Komið sæl, verið velkomin í Hvíta Máva. Gestur okkar kominn hingað í bragganum, við ætlum að fara að spjalla við hann. Hann einn af þessum mönnum, ungum mönnum, sem hafa gert margt í gegnum tíðina. Hann í fyrsta lagi lærður rafvirki, hann búinn að stunda, stjórnun á skemmtunum í Sjallanum og út Akureyri. Hann fór í háskólanám, stofnaði síðan fyrirtæki upp úr því og að vinna við það, viðburðarstofu. Hann heitir Davíð Rúnar Gunnarsson og það gaman að tala við hann strák. Verið með okkur. Davíð Rúnar, verður velkominn. Takk fyrir það. Segðu mér svolítið af þessu starfi þínu, það að segja, þú með viðburðarstofu, svo kallaða. Já. Í hverju felst þetta? Þetta felst náttúrulega bara í að skipuleggja viðburði. Já. Og bara svona hitt og þetta. Við tökum á móti fyrirtækjum sem eru komið í bæinn og vilja halda árshátíðir, stórar árshátíðir. Við erum með óviss og hvataferðir fyrir fyrirtæki í bænum og aðra sem eru að koma lengra að. Og svo náttúrulega erum við með svona stóra viðburði, bæjarhátíðir og bara name it, sko. Við tökum við hverjum sem bara. Já, og ekkert bundið við Akureyri þá? Nei. Við erum búin að vera á Akureyri, á Húsavík og Siglufjörð og við erum hingað og þangað, sko. Já. En auðvitað er þetta 90% Akureyri, jú. En sko þetta eitthvað sem að einhverjir aðrir hafa þá séð áður en þið komið til sögunum? Að vissu leyti, sko. Kannski líka bara talandi bæjarhátíð eins og bara meina með öllu. Ég náttúrulega sá hana. Þannig að hún svona eiginlega bara datt þarna beint inn. Já, þú sást hana eins og maður segir í gamla daga, hérna áður fyrir? Já, og alveg þangað til bara, já. Ég hef alltaf verið með hana bara. Já, þá bara sjálfur? Já. Og við höfum verið félagarnir, vinir Akureyrar. Já. Þú veist, sem að höfum haldið utan um þetta. Já. Og svo höfum við ráðið kannski framkvæmdastjóra sem að við höfum allir verið í vinnu annar staðar en þetta hefur alltaf verið okkar hátíðurinn. Já. Og svo núna bara sé ég bara hana, skilur. Hún bara komin inn undir viðburðarstofuna. Er þetta öðruvísi þá núna að gera þetta heldur en þegar þú voruð að gera þetta svona með annarri vinnu og öðru slíku? Já, þetta alltaf vandaðra. Já. Og kannski alltaf að segja frá því að við erum að hætta með eina möllu. Nú? Já. Hvað á það þýða? Nú ætlum við að venda hvað okkar í kross. Og? Við ætlum að byrja með nýja hátíð Verslunarmannahelgina næstu. Þetta þú ert fyrst með fréttirnar, sko. Nei, er það? Já, heyrðu, segðu mér. Já, og hvað að gera? Ég hef náttúrulega verið að halda í 3 ár Iceland Winter Games. Já. Sem bara allt sem að gert að vetri til norðan heiða. Og nú ætlum við bara að fara í Iceland Summer Games Verslunarmannahelgina. Já. Nú, það ekkert í tísku að vera hálffullinir í bælingur, sko. Nei. Er þetta þá bara, 100 metrar hlaup og spjótkast og stangastök, eða? Nei, þetta er meira svona, hvað var að segja, þessar vinsælu, svona, jaðaríþróttir, kannski ekki alveg jaðaríþróttir, en svona vinsælar íþróttir sem að ríða sér til rúms í dag, eins og til dæmis hjólahelgin. Það er allir að hjóla í dag og hlaupa. Já. Og hjólahelgin stóra, Akureyrar, hún flyst yfir á Verslunarmannahelgina. Og við ætlum að vera með þríþraut til dæmis sem hlaupið synt yfir Eyjafjörðinn, hjólað yfir í Vaglaskó eða eitthvað þannig. Þetta er ekki alveg komið. Synt yfir Eyjafjörðinn? Já. Og við ætlum að vera með downhill og racer og hvað sem í sambandi við reiðhjól. Já. Við ætlum að vera með mikið hlaupi og þetta er bara í mótun. En það er allt að gerast. Ætlið þá að fá allt þetta hjólafólk eins og eru myndir af og viðtöl við núna, þá kannski mest á suðvesturhorninu og þá náttúrulega víðar. Ætlið að fá allt þetta fólk hingað? Já, nú viljum við bara fá fjölskyldur hingað í frí. Mamma og pabbi fara að hjóla eða hlaupa eða hvernig sem það er. Börnin taka þátt í öðrum svona íþróttarviðburðum sem að eru í rauninni þá bara, ef við segjum pössun, ef þetta er yngri börn. Já. En allt snýst það að þau eru þá að taka þátt í einhver activity. Við ætlum að halda áfram með það sem hefur verið á Verslunarmannahelgi. Við ætlum að vera með stóru tónleikana á flötinu fyrir leikhúsið.
það verður áfram og það verður tónleikar á kvöldin. En svona yfir daginn verður kannski ekki eins mikið af tónlist eins og hefur verið. Nei. En það verður vonandi muffins og það verður kirkjutröppulaupið og það verður hlaupa sem að hlaupu verður frá kirkjutröppunum alveg upp á Súlur og jafnvel alveg upp á Kellingu. Já. Svona alvöru hlaup, gangnar hlaup gegnum göngin okkar, hér allt í kring og bara, þetta bara svona aðfæðast og það vilja allir vera með og þetta eiginlega bara sko, ef við erum alveg samfærð það, þetta sé málið í dag. Það eins og þú segir, þetta ekkert lengur að menn sé að þvælast hálffullir bara allan daginn. Er það? Nei, ég segir svona, ég veit það ekki. Já, þetta meira svona fjölskyldulegt. Já, já. Það líka bara sem að bærinn okkar stendur fyrir í dag og við viljum bara svolítið vera þar sko. Já. Hvað ákom öllum fyrir? Tjaldstæði og... Já, náttúrulega Hamrar er náttúrulega alveg frábærir. Og hótelin er náttúrulega frábærir og kannski rúsinn í pilsöndunum með Iceland Summer Games er að við erum búin að gera samning að hér verður haldið heimsmeistaramótið í golfi 21 árs og yngri á Jaðarsvelli. Það er klárt. Heimsmeistaramót? Já. Global Junior heitir þetta eitthvað. Hvenær á það vera? Það er Verslunarhelgina. Þannig að þetta verður alveg út allt bara. Og sem sagt, heimsmeistaramótið í golfi er sem sagt haldið byrjar á þriðjudegi og endar á föstudegi. Og nú þegar veit ég að það eru yfir 40 erlendu þáttakendur komnir í golfmóti sko. Sem sagt þessir ungu golfarar, framtíðargolfarar. Framtíðin bara. Já, og þetta er 30 ára samningur þannig að við erum bara rétt að byrja. Já. Þannig að þetta lá einhvern veginn svona í loftinu að við ætlum að breyta þessu í fyrra. Já. En þá var landsmót náttúrulega hérna í bænum. Já. Og sem við vorum ógeðslega ánægð með og vildum bara pröfa hvernig það myndi takast með þessu og þá sáum við svona að þetta er hægt og við erum að fara að gera þetta. Þetta er náttúrulega alveg gríðarlegur undirbúning. Já, þetta er löngu byrjað. Það þarf mörg símtöl í þetta. Já, og nokkur e-mail. Og nokkur e-mail? Já, en hugsaðir alla þessar tækni sem er þó til í dag. Já, guð mig góður. Ég veit ekki hvernig maður hefði gert þetta hér áður fyrir. Nei, þetta var kannski var þetta léttara og færri atburðir og þess aftar. Já. Við viljum að sjá, þetta er allavega Vinti Games er búið að takast rosalega vel og það er hérna hátíð sem við eigum bara sjálfur. Og er það þá þetta það allt sem hefur verið upp í Hlíðarfjalli, brettabrautirnar og keppnirnar og svo stökkið í gilinu og allt þetta? Stökkið í gilinu reyndar ekki undir Vinti Games, það er Aqua Extreme. Já, það er eitthvað annað? Já, það er annað. Já. Þannig að, en við vorum til dæmis með núna Ólafsfjörð, Múlakollu, þar vorum við fyrstu frírættkeppnina, þar sem við varum verið að keppa á skíðum og brettum niður Múlakollu. Já. Það var rosaflott og það er bara eitthvað sem er komið til að vera hjá okkur. Já. Og svo erum við bara með svona hitt og þetta, við erum að tala um viðbragðsstofuna sko. Já. Við tökum á okkur hvað sem er, þannig lagað. Og vita fyrirtæki og stofnanir af ykkur og... Já, einhverju leyti. Þetta tekur alltaf tíma sko. En þetta er náttúrulega tiltölulega nýlegt fyrirtæki? Já, við erum rétt 3 ára. Þú segir við? Já, við eigum þetta... Hvernig standa að þessu? Það er eiginlega bara ég. Já. Við stofnuðum þetta 3 félagarnir saman sem fórum að læra viðburðarstjórnun. Já. Ég og Pétur Guðjóns og Siggi Rún sem eru svona þetta þríeyki sem er alltaf saman. Já, þið eru svona límdir saman. Já. Og en svo stend ég bara einn í þessu, þangað til hann ekki muni ljós. Já. En ertu með eitthvað starfsfólk? Já, við erum eiginlega 3. Og svo náttúrulega þegar dettur í viðburð, þá kallar maður alla að borðinu, þannig að þá voru kannski alveg 10-15 manns að vinna þarna, sko. Alveg kannski mánuði fyrir. Það kom hérna hópur inn í flugsafn til mín að skoða núna fyrir ekki löngu síðan. Já. Og þú skipulaði það. Það var árshátíð Landsvirkjunar, já. 300 og eitthvað manns sem hafa komið hérna, já, það passar. Hringir þá bara einhver formaður starfsmannafélags eða einhver hjá stofnuninni eða fyrirtækinu og segir viljið þið skipuleggja fyrir okkur? Við erum náttúrulega ennþá á þeim stað að það er einhver sem að veit af okkur hér á Akureyri sem að segja þeim frá. Þannig að náttúrulega draumurinn er að við til allir á okkur en þetta er náttúrulega ekki svo einfalt. En þið eru það eina svona fyrirtæki á sveðinu? Já. Hvernig var þetta áður? Þá gerði ég þetta eiginlega bara svolítið sjálfur. Líka? Já.
Maður þá bara að tala við þig, Já, þá náttúrulega bara gerir maður þetta svolítið með hangandi hendi einhvern veginn, þú veist að Já, ég meina þetta reddaðist einhvern veginn. Já. En það var löngu komið tíma á þetta, að ég myndi stofna eitthvað í kringum mig kannski bara. Já. Það er eiginlega bara þannig. En þannig að þú, sko, ég heyri það bara á þér að sko, þú leggur miklu meira í þetta er miklu vandaðra heldur en það var í den. Það var náttúrulega, það er alveg klárlega þannig. Alveg klárlega þannig. En var það bara það að þú varst búin að vera svona lengi í þessu að þú fórst svo að læra eitthvað í kringum þetta? Já, þetta var eiginlega þannig að við strákarnir 3 vorum búin að tala um þetta lengi. Svo að Magga Blöndal að fara í þetta líka. Við fórum 4 saman frá Akureyri að bara pröfa. Líka bara pröfa að fara í skóla aftur. Já. Og ætlaði nú svo gömul og ákveðum bara að pröfa þetta. Já. Og þetta fórum sérst í Hólaskóla og lærið með þar alveg skelfilega gaman. Já, var það? Já, fannst okkur. Og ég hélt svo áfram og búið með 2 ár í ferðamálafræði. Nú, af hverju mörgum? Af 3 eða 4, ég maður það ekki. Já. En svo náttúrulega bara stofnaði maður þetta fyrirtæki og það hýrti allan tíma. Var það bara afleiðing af því að þú fórst í námið, fórst þetta og þá bara var ekki neitt annað að ræða Já, þetta stóð alltaf til samt, sko. Það var löngu búið að ákveða að opna þetta fyrirtæki, sko, 1.000.000 árum síðan, sko. En hvernig nám er þetta? Hvað er kennt? Þú ert bara að læra rekstur fyrirtækja til dæmis og bara skipulagningu og bara, halda viðburð, hvað þarftu að gera? Þú mátt ekki gleyma að hringja í yfirvöld og fá leyfi og þú ert að tryggja viðburðinn og það svona alls konar hlutir sem að kannski er erfitt að segja svona á stuttu tíma, sko, en þetta er bara þetta er bara skipulag og sko þú segir sko og peningalegu hliðina. Já, hún er náttúrulega alveg fellega mikilvæg, maður er svolítið að betla pening samt þó maður sé ekki að því, þú ert að hafa góðan viðburð sem að fólk vill sponsora eða fyrirtæki vilja sponsa eða styrkja og fá þá auglýsingu inn á viðburðunum og þetta er búið að breytast ofboðslega mikið bara síðan að ég lærði fyrir nokkrum árum síðan, sko. Því þetta er náttúrulega farið að snúast bara samfélagsmiðla og alls konar svoleiðis dóttir í, sko. Já. Þannig að núna til dæmis á Vintiges fengum við fyrirtæki sem heitir Downdays, sem er stærsta fyrirtæki í þessum bransa, þessum vetrarbransa, skipulagningu og eiga stærstu miðla og eiginlega bara með flesta fylgjendur og allt. Og veitum miklum peningum við ná þeim til landsins og þeir komu með allar stærstu stjörnurnar sem voru að skíða hér alla dali og síðast til ég vissi þá voru 1,3 milljónir manna búin að horfa á þetta myndband eða og að ná til þeirra, sem er náttúrulega alveg svakalega mikið, sko. Þá eru jafnframt, sko, þegar svona frægir strákar og krakkar koma, þetta er náttúrulega yfirleitt ungt fólk, þá eru gerðar svona vídeómyndir með því. Já, og þarna var búið til keppni á milli Norður-Ameríku og Evrópu, sem haldin voru hér á flekaskilunum. Já. Og þetta mældist svakalega vel fyrir og var voðalega svona erlendis að sjá. Og gaman að sjá, þetta var náttúrulega bara íslensk kynning alveg bara eins og leggur sig, sko. Já. Þannig að, maður er bara rétt að byrja þarna líka, sko. Já. Og búa til svona viðburð tekur náttúrulega bara 5-6 ár, jafnvel meira. Já, það er ekkert byrjað sko mánuði fyrir eða þess áttar, það er tíð. Nei, maður er náttúrulega að vinna í þessum viðburðum allt árið. Það er bara þannig. En að gera viðburðin þannig að allir þekkja hann og viti hvað hann er og hvað hann snýst og að maður er náttúrulega ennþá bara að fóta sig svolítið í því að hann er bara 3 ára, sko, þessi viðburður. Og ég segi sko 5-6 ár, þá er hann kannski fann að gefa eitthvað af sig líka. Þú veist. En hvernig miðað við hvað er stutt á veg komið og verið haldið sjaldan, hvernig hvað hafi náð langt í kynningu og slíku? Alveg svakalega, sko. Við náttúrulega erum bara þetta er eiginlega að verða eitt stærsti vetrarviðburður í heiminum í dag. Þeir tala um það að þetta sé kannski svona 3. stærsti vetrarviðburður að verða í dag. Já, er það? Já. Þú sér hvað undrandi, menn er ekkert átt að sjá þessu, sko. Já, ég er mjög undrandi, já, einmitt. Það er orðið alveg risastórt, sko. En þetta er náttúrulega bara ákveðinn hópur, skilur við. Já. En þó nokkur hópur samt. Já, guð mig góður.
fáið þið áhorfendur og svona? Já. Þetta náttúrulega hefur verið pínu erfitt með veður upp í fjalli. Já. Á þessum 3 árum, það var reynda fínt núna en ég menn þetta er náttúrulega bara, þetta eru vélsliðar og þetta er bara everything. Þannig að ég held að við hefum talið í fyrra sko, við vorum með svona vélsliða viðburð fyrir utan Glerártorg. Ég held að það hefur einhver 3-4 manns sem komið þar og það er eitthvað annað eins sem var núna upp í fjalli, þannig að þú veist þetta snýst eiginlega ekki áhorfendur hjá okkur. Nei. Þetta snýst miklu meir góða myndir, búa til flott vídeo og koma svo netið. Það snýst það? Já. Til að koma svo það út allan heim? Já. Það er náttúrulega bara pælingin sko. Já. Það er eiginlega bara þannig. Þannig að þetta breytist mikið sko. Já. Sko þegar þetta hefur verið haldið, maður heyrir, þið kynnið þetta og eins og þið getið og annað slíkt maður svona veltir fyrir sig sko, hvað er þetta stórt eða er þetta eitthvað eða? Já, við erum að kynna þetta miklu meira erlendis heldur en hér. Já. Það er bara þannig. Við erum bara að kynna þetta bara skjóta sín hérna svona fyrir okkur hérna til þess að geta komið á séð sko. En hvernig fáið þið peninga í gegnum þetta? Já, þetta er alveg vonlaust viðskiptamódel sko. Það er bara þannig. Nei, þetta snýst náttúrulega bara styrktaraðila og sponsora sem vilja láta flöggin sín eða auglýsingar og undan vídeo eða lókmyndband svo svona sjást. Þá eiginlega mikið erlendi peningar, eins og til dæmis bara Icelandair, þó ég sé kannski erlendi peningar, þá er það náttúrulega mest á erlendi grundu. Og ég meina Red Bull og Avís og þú veist þessi fyrirtæki þú veist sem að kannski ég er náttúrulega að gleyma helling sem eru rosalega mikið að sko markaðsetja sig fyrir erlenda aðila. Já, og maður sér einmitt þessa aðila auglýsa víða. Já. Og eru náttúrulega eins og með Red Bull, eru náttúrulega með sko kappakstursbíla og flugvélar og hvað. Við vorum fyrsti til að ná Red Bull inn, sem sagt, þetta er fyrsti íþróttatengdi viðburður sem að Red Bull kemur að á Íslandi. Hvernig, sko, hringir þú bara í herra Red Bull og spyrir hvort hann vilji taka þátt í þessu? Já. Já, hvernig gerir það? Það hringdi ég reyndar í Sólveig vinkonu mína, Sóley vinkonu mína á Ölgerinni. Eru þau með umboðið? Já. Og hvernig gerist það svo? Og svo sett ég er að gera þetta með Nossurum og þeir fóru í Red Bull í Noregi og þeir eru búin að vera með svona móti í Noregi í mörg ár, Norwegian Open og þeir náðu aldrei Red Bull inn en Ísland er bara í tísku. Það er það líka? Já, já. Þú nýtur góðs af því? Já, já. Og þeir fóru þangað og það tekið ég vel á móti þeim og þeir hringdu mig alveg gáttaði bara. Þú veist bara, þetta er bara klárt. Þetta er mikið eins og að ræða þetta. Nei. Jú, jú. Og þannig vinst Red Bull til landsins í rauninni, sko. Og við vorum vola mótnir að þessu og erum ennþá. Já, það er full ástæða til þess. Já, já. Og síðan þá eru þeir komin með svo mikið efni til landsins að þeir eru farin að taka þátt í alls konar jaðarsporti allt land, sko. Þannig að en svona er bransinn minni í dag. En Davíð, þú hefur alltaf verið í einhverju svona brasi, sem maður segir. Já, í einhverju svona. Já. Þú vannst árum saman í Sjallanum. Já, já. Og gerir kannski enn? Já, já, svona nánast. Já. Eins og hægt er. Já, ég meina, er ekki búið að loka Sjallanum? Nei, nei. Þetta er eins og Ólafur Ragnar? Já, já. Það er okkur lokað? Ég veit ekki hvernig staðan er með Sjallan, en þú veist, ég held sér ekki að fara alveg á næstinni, sko. Nei. Þannig að við erum náttúrulega bara eins og í dag bara að nota þetta hús, sko. Já. Eru haldin böll? Hæ? Eru haldin böll? Já, já. Það var ball síðustu helgi og þar síðustu og helgina þar undan. Eru þetta þá bara svona venjuleg böll, kemur bara hljómsveit og spilar og? Já. Það er kannski minnka með hljómsveitir en þetta er orðið meira kannski plötusnúðar að spila og svona partí, fattar þau? Já, já. En það er ekki skemmt. Ekki fyrir því kannski. Fyrir krakkana í dag, þau fíla þetta. Já. Þau vilja þetta. Já, hvað er þetta að gera þá þar? Segðu mig, hvað hefur þið verið að gera í Sjallanum gegnum árin? Sko, ég byrjaði náttúrulega bara sem plötusnúður í Sjallanum. Já. Eða eiginlega bara svona þræll. Já. Já, Golla og félögum í gamla daga, sko. Þegar Óli Laufdal var, sko, þetta er það langt síðan, sko. Já, já. Ég var bara 15 eða hvað þegar ég byrjaði í Sjallanum, 15-16. Já. Og ég byrjaði bara svona sem tæknimaður, plötusnúður, ljósamaður, ég var mikið í ljósum, mikill ljósamaður og svo byrjaði ég að spila og DJ-aðist þarna, ég var plötusnúður í Glerárskóla og Dynheimum og
H100 bleika fílnum. Maður búinn að 29 náttúrulega. Já, nei. Jú, það var náttúrulega húsið mitt 1929. Já. Svo náttúrulega, já, bara sjallinn var eiginlega bara samt, ég bara búinn að vera þar, þú veist, með annan fótinn eða báða. Og gamla daga var maður fullir í vinnu þarna bara, sko. Þú veist, á daginn og svona. Já, já. Svo náttúrulega bara fer maður upp í það, þekki alla og þá var ég orðinn allt í einu skemmtanastjóri og hérna, já, svona bara gengur þetta. Skemmtanastjóri, það hann sem að þá hringi í hljómsveitur og fær það til að spila og svoleiðis. Já. Og bara díla við þá og allt þetta og díla við vitleysunni í kringu það líka og allt það, sko. Já. Þannig að, og bara þetta er bara allt vinimanns í dag, skilurðu. Já. Og þannig er þetta bara búið að vera og svo heldur maður bara áfram hann einhvern veginn af gömlum vana með Tóta. Hver á Sjallanum í dag? Já, það er einhver verktaki. Ég held að ég sé ekki alveg á hreinu með þessu. Og hver rekur hann? Í dag? Já. Tóti er náttúrulega bara ennþá þarna að reka fyrirtæki Sjallan, skilur. Já. En bara, húsið er bara leigt, við leigjum hann bara annars leið og fyrir svona böll og svona, sko. Já, annars stendur það bara tómt eða? Já, það er náttúrulega alltaf inni en það bara. Þú veist, það er hljóðkerfi og ljós og myndvarpar og stólar og borð og eldhúsið og allt er bara... Það er allt eins og það var bara? Já, það er ekki bara með nokkrum sköpuðum hlut. Já, en hvað verður Sjallan? Honum verður breytt í hótel. Já, eins og mörgum öðru. Ég held að það sé alveg, hann náttúrulega er seldur og mér skilst að það sé hótelkeðja að skoða það að fara að taka við honum og fara bara í alls herjabreytingar. Það er bara að tekna þetta upp á samþykkja og allt bara klárt, sko. Já. Þannig að... Þú veist hvað hann á að heita þessi sem hótel? Nei. Hótel Sjallinn? Það væri gaman. Halda nafninu? Það væri gaman. Já. En muntu sjá eftir Sjallanum? Já, ég mun gera það. Er það? Já. Ég er alltaf búinn að vera þarna hálfa ævina bara, sko. Já, þú byrja hvað 15 ára gamall í Sjallanum? Já. Hafðir ekki eins og heimild til að fara þar inn? Nei, ég fekk bara svona, maður var bara svona súkkat bakvið upp í Já, en það er meira sem er náttúrulega á bakviði líka, það er sko, þú tókst þátt í hérna þegar nýja bíó var endurvakið. Já, ég gerði það sjálfur. Ég vona mikið að gera bara sjálfur það sem ég ætla að gera. Já. Fórst þú í það þá? Já. Þarna var ég með Frostrásina, útvarpsstöðina. Já. Sem að ég rak hérna í mörg ár. Já. Og hérna, við frændurnir, ég og Haukur frændi og Fríma frændi vorum að velta fyrir okkur hvað við getum gert meira saman. Og hérna, þá bara datt mann þessi vitleysa í hug. Það er ekki að opna annað bíó hérna. Já. Og það var svona eiginlega ekkert skoða neitt, það var bara drifið í því. Keyptum þetta hús, gamla bíóið. Keyptuð þið húsið? Já. Keyptuð það af Vísi, ef ég maður rétt. Ég man ekki einhver tryggingafélag sem átti þetta. Já. Og það var bara, menn sendir hérna inn á Bobcat, sko, til þess að rífa allt innan úr kofanum. Bara moka út? Já. Og það var bara þannig, það voru gröfur hann inni bara. Gerðum hallan og reistum þetta alveg frá A til Ö. Davíð, þú skuttlaðist til London daginn, ég ætla að reyna að ná í þig. Þá sagði, nei, ég get ekki alveg komið, ég þarf að fara til London. Já. Þú fórst með fjölskyldu til London. Já. Hver er kona þín? Hún heitir Berglind, kölluð Dídí og hún er húsgagnasmiður og húsasmiður. Nei, húsgagnasmiður? Já. Og var hérna með möblur að gera upp. Hérna, já, húsgögn. Og er ennþá því svona, færði sig kannski bara aðeins sett. Já. Fór í bakhinu kjellíkinn. Já. En svo ég 3 börn. Á hvað aldri? Einn er að vera 18. Ótrúlegt að segja frá því. Einn 15 og einn 7 ára. Já. Og þetta er svona, já. En þá fleiri áhugamál? Já. Ég er áhugamaður hvað hefur að segja, hraða. Nú, já, þú er svona rosalega ofirkur alveg. Já, nei, ég sést hérna, ég er mikill áhugamaður bíla, bílasport, mótorsport, vélsliða, mótorhjól. Þetta er eitthvað, ég hef engan á fótbolta, eða neinu svona, sko. Nei. En ég er búinn að fara 5 sinnum á formúlukeppni. Já. Þú veist, þá hérna, ég fer á vélsliða eins oft ég get. Átt svoleiðis? Já. Og núna var ég að taka fram mótorhjólið fyrir sumartímann. Hvernig mótorhjól áttu? Það er bara svona racer, svona stór. Og
Já, þetta er einhvern veginn máli bara, sko. Flug? Já, ég lenti nú í flugslýsi. Hvað var það? Það var í Mývatnssveit. Fórum 3 saman félagarnir, Já. hérna frá Akureyri. Já. Og gott við verum ekki bensínlausir eða eitthvað í öðru vængnum eða eitthvað. Þetta var svona einhver heimska í okkur. Og lentum hann í hrauninu. Já. Það var svona kannski stóra dæmi í lífinu kannski, svona sem að breytti öllu einhvern veginn hjá mér. Já, er það? Já, en þú ert samt korn ungur. Þegar það gerist, sko. Já. En það var bara fínt, þú veist. Já. Bara fekk strax annað viðhorf á þetta allt saman, sko. Meiddirðu þig eitthvað? Já, alveg óbærslega. Ég er ennþá að drepast. Er það? Alla daga. Já. Alla daga. Ég er náttúrulega bakbrotnað illa. Já. Og brotnaði svo löppinni og hérna í kinninni og einhver svona dóttrið og hérna ég er náttúrulega labbað eins og hálfviti. Það er náttúrulega partur af þessu. Maður er alltaf svona eins og Andrés Öndi eða einhvern veginn að reyna að bera sig eins og gamall kall einhvern veginn. Finnur þú þá alltaf til? Já, ég er alltaf að drepast. Þetta var eins og maður segir alvöru? Þetta var alvöru. Já. Þetta var ekki að lenda eitthvað í árekstri sko á bíli eða eitthvað. Nei. En þetta var alveg bara, já, þetta var fullorðins. En samt ertu svona hraðasækin? Já, en varkár. En markár? Já. Já. Og tala nú ekki eftir eignaðist börn, sko. Já. Það maður ég er ekkert að klífa stæðstu brekkurnar á vélsleðanum sko lengur. Ég er kannski bara sest og horfa á. Hugsarðu þannig? Já, já. Þú gerir það? Já, já. Ég er ekkert lengur að setja mótjólum mitt í 275, skilur við? Sem maður gerði hérna oft, sko. Maður er bara slakur. Já. Þetta er bara gaman. Já, já. Þið er ekki gaman að vera einmitt í þessu þá? Bara gaman að vera til, þú veist. Þetta er svolítið bara þannig. Já, já. Heyrðu, Davíð, nú ætla ég bara að taka mynd af þér. Já. Maður er að brosa. Já, það er alveg, þú brosir nú yfirleitt töluvert mikið, þannig að það er ekkert Það er ekki vandamálið. Takk fyrir spjallið. Já, sömuleiðis, takk fyrir að hafa mig.